sem við ætlum að prófa í dag bíll sem ég þekki meira og betur en allir hinni bílarnir sem ég hef pröfukeyrt í undanförnum þáttum. Ástæðan sú að þessi bíll bíllinn sem ég hef notað til að mynda alla hinna bílana. Öll rúllandi skot og allt sem tekið svona á ferð hefur verið gert úr skottinu úr þessum bíl. Sem sagt þá hef ég notað þennan bíl í all þessi bílatengdu verkefni. Ég hef keyrt norður þar sem við mynduðum Land Rover Defender 90 bílinn og hann bara fínn í svona langkeyrslverkefni. Einnig fór ég í ágúst að mynda Hill Rally sem fór fram á hálendi Íslands, þannig ég fór langleiðina inn að landmannalaugum á þessum bíl. Og þessi bíl stóð sig eiginlega betur en margur rallybíllinn. Ég lenti aldrei neinum vandræðum á þessum bíl. Ég fór yfir læki og ár, ég fekk aldrei stein undir bílinn. Hann réði við allan sand og aur og drullu og steina og allt sem var sett fyrir hann. Það eiginlega kom mér bara nokkuð óvart hvað hann var alveg ólsegur bíllinn. Þessi bíll, hann kannski ekki fullkominn. Mér finnst til dæmis út af þjóðvegum að þá finnst mér hann pínu, já ég hef eiginlega ekki betra íslenskt orð yfir það, en mér finnst hann pínu twitchy. Það þarf rosa lítið til að taka í stýrið og hann breytir stefnu. Ástæðan fyrir því að ég held að bíllinn sé svona twitchy eða ættum kannski að kalla hann hann er svolítið ör í stýrinu. Ástæðan fyrir því hann svoleiðis að það stutt á milli öxlana, þannig að það þarf lítið fyrir bílinn til að breyta stefnu. Það þarf lítið input frá ökumannum til þess að það gerir. Mér finnst þessi bíll alveg í essinu sínu á malavegum og svona semi-offroad slóðum og kynntist því best þegar ég var að nota hann í að elta Hill Rallyið. Ég meina, þetta náttúrulega byggt á Subaru Rally Heritage. Ég meina, Subaru náttúrulega gömlu kónganir að rally og ég ekki frá því að það sé einhver arða þessu DNA eftir í þessum bíl. Þessi bíll síhjóladrifinn, en það hægt að gera eitthvað með diffið. Það eitthvað hægt að breyta henni í millikassum. Það hægt að setja hann í snow og dirt eða deep snow og mud. Sennilega þetta bara, þú veist, ef maður að festa bílinn eða á einhverjum vandræðum, því að ef maður setur þetta á það fer þetta af eftir einhverjum sekúndur aftur. Þannig ég get ímyndað mér það, maður fastur í einhverjum snjóskafl, að þá þetta til að læsa diffið eitthvað svoleiðis. Þetta kannski ekki alveg fallegasti bíllinn til að horfa á, en ef maður að kaupa þennan Subaru Forester þá maður sennilega ekki kaupa hann út ef maður að leita að einhverju fallegu. Hann óbúðslega praktískur, hann hár, það mikið pláss í skottinu, það mikið pláss hérna innan í og aftur í, það alveg hellingspláss hérna upp í loft frá höfðunum frá mér. Ég veist pínu skondi hvernig þessi bíll hannaður hérna inn í farþegarrýminu. Það ekki alveg lógist ástæða hvað hlutirnir eru, það svona sumt gerist í mælaborðinu, sumt gerist í þessum litla skjá hérna undir og sumt gerist hérna í aðalskjánum og svo eru líka með manual takka og þetta svona overlappar stundum á mismunandi staði. Það svona pínu rugnislegt og það svona pínu eins og að hönnuðirnir hafi ekki alveg vitað nákvæmlega hvar þeir ætlaðu að hafa hvaða hluti. En þetta allt í lagi, maður venur sig af það. Og eins bara svona með almennu hönnunni hérna innan, það eru svona alls konar mismatch af efnum og áferð og öllu svoleiðis. Þetta mjög funky staður, en þú veist, hann samt fín, það ekkert að hann. Ég hef notað þennan bíl í alls konar. Ég hef notað hann mest í það að taka upp bíla náttúrulega og þá setið aftan í skottu við myndavél og svoleiðis og fyrir það hann fín. Ég hef líka notað hann til að ferja hundinn minn og það nóg pláss til að koma fyrir búri og risa hund. Og svo hef ég líka notað hann til að ferja fjölskyldunum mína. Og þegar það kemur að því að ferja fjölskylduna, að þá held ég að það varla til mikið öruggari bíl en þessi Subaru. Þessi bíl með, held ég, öllum öryggistækni búnaði sem hægt að hugsa. Allt frá lane assist og hann með vara sem minnir þig á það ef þú hefur augun af veginum, ef þú ert eitthvað utan við þig. Hann minnir þig að kíkja í aftursætið þegar maður fer út. Hann lætur þig vita þegar þú þarft að fara á klostið í rauninni. Og það eru rosa mikið af tökkum hérna, vinstar megin með stýrið. Það eru allt takkar til að slökkva á þessum öryggiskerfum bíl. Og ef maður gerir það, að þá bípar bíllinn á þig og segir svona, ertu
meðvitaður það að þú sért búinn að slökkva á öllum viðvörunarkerfunum. Þannig að þessi bíl hefur mikla forræðishyggju. Mér finnst stundum eins og maður sé með mömmu sína með sér, hvert sem maður fer. Hún alltaf að checka á því hvort maður sé ekki að fylgjast með. Og það bara mjög gott. Það mjög sniðugt líka hvernig hann áttar sig á því til dæmis ef maður hefur augun af veginum í smá tíma. Það eru einhvers konar leyserar eða skannar eða eitthvað svoleiðis sem að lesa andlitslagið og augun og þar fram til göttunum á manni og getur registrerað að þetta ert þú, að ég sestur hérna og ef að kona mín kemur að þá registrerar hann að þetta hún sem að situr hérna. Getur stillt 5 mismunandi manneskjur í minnið þar sem hann að skanna hver situr í bílum hverju sinni. Það sem að þessum bíl vantar í kannski looki eða hönnun eða stíl bætir hann upp með öryggi. Hann rosalega öryggur og mér leið alltaf rosalega vel að ferðast með börnum mín í þessum bíl út af því að ég vissi að hann var svona að passa upp á mann. Það eru þessi öryggisatriði sem eru hérna.